Norðurheimskautsbaugurinn afmarkar það svæði á norðurhjara jarðar þar sem sólin getur horfið undir sjóndeildarhringinn í heilan sólarhring eða lengur að vetrinum en getur þá jafnframt verið sýnileg í heilan sólarhring eða lengur að sumrinu. Ísland staðsett norðarlega á hnettinum en þó aðeins sunnan við Norðurheimskautsbauginn. En 40 km norður af meginlandi Íslands Grímsey og þar í gegn liggur Norðurheimskautsbaugurinn. Í kringum sumarsólstöður, sem voru einmitt í gær 20. júní, því bjart allan sólarhringinn í Grímsey. Heimskautsbaugurinn hefur mikið aðdráttarafl og fjöldi ferðamanna heimsækir Grímsey á ári hverju með það að markmiði að komast yfir Norðurheimskautsbauginn. Einnig verður bráðum hægt að sjá nákvæma staðsetningu baugsins hverju sinni en 3 metra breiðri grásteinskúlu verður komið fyrir á baugnum og hún verður færð á ári hverju. Við hittum Höllu Ingólfsdóttur, leiðsögumann, og fórum með henni yfir Norðurheimskautsbauginn. Norðurheimskautsbaugur baugur sem liggur hérna í gegnum eyjuna og markar þar sem að sólin til dæmis sest aldrei yfir sumarið og yfir veturinn hér myrkur yfir myrkustu mánuðina meir og minna alveg bara algjört. Heimskautsbaugurinn hefur gífurlegt aðdráttarafl. Það koma hérna þúsundir manna bara til að fara hérna yfir þessar tröppur til að geta sagt að þeir hafi farið yfir heimskautsbauginn. Og nú hérna þessi heimskautsbaugur, hann ekki alltaf á nákvæmlega sama stað? Nei, hann alltaf svona á hreyfingu og hann hreyfist, hann minnir 14,5 metra á hverju ári. Þannig hann svona hægt og rólega að fara í norður. Þannig við erum kannski aðeins að íkja þegar við segjum standa á honum núna. Það fyrir eftir hvað GPS-tækið segir. Já. Hvað það við þennan baug sem laðar ferðamenn hingað? Þetta sé ekki bara sérstaðan. Hann náttúrulega líka í gegnum Alaska og Noreg til dæmis. Og þetta bara það að geta sagst hafa farið norður yfir heimskautsbaug. En sumir segja að þeir finni mun bara þegar þeir fari yfir línuna. Og ég ætla ekkert að efa það. Alls ekki. Nú þetta kannski svona stórt aðdráttarafl í ferðaþjónustu hér í Grímsey, en hér nú reyndar ýmislegt annað í boði líka. Sko hér að verða öflug afþreying og mikið það boðið upp á skipulagðar leiðsagnir og bátsferðir hringinn í kringum eyjuna. Svo erum við að fara af stað með köfun yfir heimskautsbaug með lundunum, auk þess sem fólk getur komið og snorkla með sjófuglunum, sem okkur finnst mjög spennandi. Og hvað eru margir ferðamenn sem koma hérna til að skoða, hefur einhverja tölur yfir ferðamannafjölda? Ég held að hefur verið á milli 10 og 12.000 manns sem komu hérna 2015. En núna þessar mundir lengstur sólargangur og þá bara sólríkt hérna allan sólarhringinn? Það verður það vonandi og við stefnum að hafa sól í allt sumar. Og það hefur byrjunin lofa góðu. Það var alveg svakalega flott sólsetri hérna í gærkvöldi og verður það alveg örugglega í kvöld líka. Og við erum svona að undirbúa óvissu ferð í kringum sólstöðuna. Og svo verður hérna listaverk tileinkað Norðurheimskautsbaugnum sem verður sem fær að færast með honum, ekki satt? Já, það kemur vonandi mjög fljótlega og hann mun vera færður með viðhöfn á hverju ári. Þar til að þeir segja að hann fari af eyjunni í kringum 2047 og þá verður viðhöfn og sjálfsagt líka sorg þegar hann á að fara fram af eyjunni. Og listaverkinu bara steypt í sjóinn? Já. Það planið segja þér. En þú ert ekki Grímseyingur. Hvað var það við þessa eyju sem fékk þig til að koma hingað? Ég kom hérna fyrst fyrir 20 árum síðan. Systir mín flutti hingað og ég kom til að heimsækja hana. Það var bara eitthvað við þessa eyju sem ég bara féll fyrir. Það bara eyjan og fólkið. Og ég segi það líka að Grímsey án Grímseyinga, það ekki það sama. Þið getið alveg sendt flugvélar og bátaðinga en ef Grímseyingar ekki á svæðinu þá fáið þið ekki þessa upplifun sem í boði hérna. Hvað gerir Grímseyingar svona sérstaklega? Þú verður bara að koma og stoppa og sjá það. Þeir eru heimstektir fyrir gestrisni. Þeir eru ljúfir. Þetta eru harðduglegt fólk. Þeir vinnur, kann að vinna, kann að skemmta sér og kann að njóta lífsins. Og þá ætlum við að ganga yfir heimskautsbauginn. Þú segir að einhverju finni mun. Reyndu. Já. Gjörðu svo vel.
Já, það kannski ívið hvassara hérna megin, ég veit það ekki. Aðeins kaldara. Siglingu og hullar nöfnum í grenjandi rigningu stími heim í heiðardali góður strákur og vel uppalinn Mikið verður gott að knúsa kerlu erlu, góðu erlu sem giftist mér því ég kunni að skaffa sjómaður og sonur að snappa